Sko, þetta málefni sem brennur á svakalega mörgum. Ég alltaf spurði, ég get ekki sagt eitthvað svo oft ég hef talað þetta. Og við þurfum svolítið að stíga inn í ákveðin mál ef við ætlum að tala skvört. Og hugsa skvörtið eins og... Ok, þetta náttúrulega aldrei svona sko. Og ef þú ert að horfa á kláminn og þú sérð að það fossar úr píkunni, þá mjög líklegt að hún hafi drukkið lítra af vatni og sé einfaldlega pissa glæru pissi. Við erum alltaf eitthvað svona, ég vil sönnun að þetta var ekki piss og ég vil sönnun að þetta sé fullnæging. Og ekki nóg með það, ekki bara fullnæging, þetta á að vera heimsins besta fullnæging. Svo mikið unað píkunar, við erum að tala fullnægingarbilið og brúa það. Við erum að tala kynlífstækjanotkun og við erum að tala bara ég vil vita allt sem að líkaminn getur, hversu magnaður hann og þá vil ég fá allar þessar upplifanir. Ef þú til dæmis ert eitthvað hrædd við skvört eða óttast það og það náttúrulega ástæðan fyrir að það var svolítið tabú af því að margir héldu þau vera að pissa á bólfélagann sinn og fylltust skömm.